Margrét, 3 töp á 3 dögum en þið eru ansi nálægt í dag, eins og hérna dagana. Já, við vorum mjög góðar í dag fannst mér, í bara svona 35 mínútur og hérna var svolítið slagur kaflinn í lokin en hérna geggjaður leikur samt og þær eru með fína nýtingu í dag heldur en í gær og við erum alltaf að tala við ætlum að vera betri í dag heldur en í gær og hvað þá daginn áður þannig að þú veist þetta svo fór sem fór skilur en hérna þú veist svona er boltinn. Kannski ólíkt hinum, ég meina þið byrjuð þennan leik nokkuð vel en ólíkt hinum leikinu þar sem þið byrjuð bara þú veist bara 10 stig niður strax á fyrstu mínútu leiksins þá var þetta svona svolítið öðruvísi, komið 4 stig niður en eru svo einhvern veginn svona skrifina eftir bara? Já, svona fyrir hálfleikur var svolítið fínt svona overall einhvern veginn. Við töluðum það í hálfleik og vorum rosalega ánægð með þetta og ætluðum bara núllstilla okkur í hálfleik og hérna við byrjuðum þriðja bara mjög vel og kláruðum, þú veist, kemur svona upp og niður og hérna áhlaup og eins og þetta er. En hérna, þú veist, mér fannst við góðar í 35 mínútur en við þurfum að vera góðar í 40 til að taka sigur hérna í Finnlandi allavega. Æfingamót að einhverju leyti, þó að það sé gaman að vinna leiki og svona. Æfingamót fyrir náttúrulega leikmennina og svo náttúrulega fyrir kannski þjálfarana líka. Já. Það er svona kannski að fá að spyrja það út í, nú er þetta nýtt, að það séu 3 þjálfarar með hverju einasta liði, þú og Atli eru aðstoðarþjálfarar hjá Ingvar með þetta 16 ára lið. Hvernig finnst þér að koma inn í þetta verkefni, svona fyrir þig persónulega? Bara geggjað tækifæri og það kom rosalega óvart þegar Ingvar hringdi mig eitthvað fyrir jólaugt síðan og hérna bjóst ekki alveg við þessu og hérna alltaf nýbyrjuð í þessari þjálfun en hérna mér finnst það bara geggjað og geggjað á KK að hafa þetta svona því að við getum farið með þetta í félögin og hérna sett kannski krakkan okkar í öllum félögunum á þetta stig og þannig að undirbúið betur í landsliði fyrir þau sem eru að fara í landsliði og hérna eins og sé, finnur alltaf að tala um það, við erum að þú veist búa til landsliðsmenn og atvinnumenn og góða leikmenn í deildina þannig að ef við dreifum þessu á góða þjálfara þá fer þetta í félögin og þú veist við getum unnið meira á þessu og hérna þú veist verið alltaf að endurtaka þetta og hérna halda áfram sko. Það er alltaf mikið það er hafsjóra af þjálfara hæfileikum á svæðinu. Það nýtt ykkur mikið bara við spjall og fundi með þessum kannski reynslumeiri þjálfurum sem eru á svæðinu? Já, klárlega. Maður er alltaf að læra eitthvað af hinnum og spurja og hérna, þú veist, fá feedback og sem er ógeðslega mikilvægt og mjög gott að geta að tala við Finn hvernig sem er einhvern veginn og spurja hann og hann kemur alltaf einhvern veginn með rétta svarið við öllu einhvern veginn þannig að þú veist, það er fínt að hafa þetta svona, mér finnst það allavega og hérna ég er kannski búin að vera leikmaður lengur heldur en þjálfari en hérna ég get allavega að koma með eitthvað, þú veist, verið leikmannlega séð inn í þjálfarateymi þannig að ég skil svona hvað stelpunnar er að fara í gegnum þannig að, en mér finnst þetta allavega frábært sko. Þú ert að þjálfa hjá Fjölni, já. Nú búist við því að yngri flokkar í Dalhúsum farið að hlaupa einhver landsliðskerfi? Já, það var svona kannski eitthvað, prófum að hvernig það virkir. Einhver filosófía kannski? Já, það var svona, þú veist, ég veit hvernig landsliðin er að spila og þú veist hvernig viljum vera að dekka screen og allt þetta og þú veist, þannig að þú veist, púsa tempóinu þannig að ég get svona farið með þetta svona aðeins þangað og hérna, þannig að þetta verður bara spennandi vetur framöndan allavega. Góð ferð hingað til þrátt fyrir en kannski sigurarnir hafi látið á sig standa og kannski vel um Finnland? Já, þetta er geggjað að vera hérna og ég meina sigrar er ekki allt, við þurfum að horfa á litlu sigurana, við erum náttúrulega bara nýlegar í mótinu hérna og hérna, þú veist, stelpurnar eru að gera ógeðslega vel og þú veist, eru að standa sig innan sem þetta var rosalega vel, þannig að, þú veist, bara áfram gakk, þú veist, það þýðir ekkert annað. Geggjað, takk.